Það eru margar aðferðir við að þurrka köngla til þess að losa fræið úr könglunum. Þetta er svo aðferð sem ég nota. Ég nota bara sveppaþurrkara sem er líka hægt að nota sem ávaxtaþurrkara og ég nota sem könglaþurrkara. Og með því að stilla þetta á 40 stiga hita og blástur þá opnast flestir könglarnir á innan við sólarhring. Og við það þá er hægt að losa allt fræið úr könglunum nánast með einu handtaki. Í stað þess að verða svona, þá verði þið svona og þá er ég komið með fræið laust frá. En auðvitað er þetta bara mín lausn, mín patentlausn, en mörg nútímalega eldhús eiga venjulega rafmagnsofna sem hægt er að stilla á lágan hita með blæstri og gera nákvæmlega sömu hluti. Það er hægt að setja þetta á ofn og geyma í nokkra daga, þá opnast flestir könglarnir og það er meira sem hægt að skilja þetta eftir í fati bara og leyfa því að þorna út vikuna eða yfir einhverja vikur og þá opnast langflestir könglarnir. Og þeir könglar sem að opnast ekki við það eitt að þorna, þá er þetta meðhöndla aukalega með því að setja bara í 1 mínútu við 70 til 80 gráðu heitt vatn sem er svona hitastigið sem er á heitavatnskrananum í flestum heimilum. Leyfa því sem þetta vera þar í 1 mínútu, fiska svo könglarna upp úr og leyfa þeim svo að þorna. Og þá opnast nánast allir. Hérna vorum við í fyrradag að safna könglum af annars vegar sitkagreini og hins vegar stafafuru. Og síðan erum við búin að taka þessa köngla og þurrka á sveppaþurrkara yfir nótt. Þannig að nú eru allir opnir. Búin að ná öllu fræinu úr þeim og eftir standa þessi könglar. Og nú ætlum við að taka þetta fræ beint og sá því á einhvern stað. Hér er ég samt með það magna könglum sem var safnað í fyrradag og hér er fræið sem fést úr þessu magni af könglum. Það þarf að mynda smá gróp í mosann fyrir fræið til þess að fyrsta lagi fjúka ekki bara í burtu og í öðru lagi að það nái fræið einhverju sambandi í jarðveginn. Það duga svona nokkur spírandi fræ sem fara þá hérna niður á þennan stað, pressa aðeins hérna niður og sé ekki bara ofan á yfirborði mosans. Og svo bara taka 2 stór skref og fara á næsta stað og gera sama. Hér eru greinilega alveg einstaklega erfiðar aðstæður fyrir allt að festa rætur til langframa. Hann er búinn að vera friðaður fyrir sauðfjárbeit í yfir 70 ár en er samt ógróinn meluð vegna mikillar frostlyftingar. Og hér nær aldrei neitt gróður að festa rætur nema með kannski einhverjum svona auka aðgerðum. Og það sem mér datt í hug að gera hér var að skrapa gróp ofan í moldina, setja svolítið af fræjum, þjappa því niður og svo raða maður steinum til þess aðeins að koma veg fyrir að fræjum fjúki. Í þeirri von að spretti eitthvað upp úr moldinni á komandi vori. En það er ekki allt unnið með því bara að það spíri hérna, það þarf líka að lifa af næstu vetur og eftir. En þá er lausnin sú að koma hérna næsta sumar og dreifa smávegis áburði í kringu þennan stað til þess að hemja frostlyftinguna veturinn eftir. Fræið verður hérna í friði allavega þennan veturinn og spírar örugglega næsta vor.